Addi Svepp. Já, komið sæl og blessu áhorfendur góður og verið hjartanlega velkomin í þráðbeina útsendingu hér frá Dalhúsum í Grafarvogi þar sem serveræðast leikur Fjölnis og knattspyrnufélags Reykjavíkur í fyrstu deild karla. Viktor Lekve heiti ég og við hlýða mér situr Jón Brynjar Björnsson. Já, takk fyrir þetta Lekve. Djöfull spenntur þessu leik. Þetta verður einhver veisla. Í KR-inu meðal annars gamall atvinnumaður, 58 ára gamall þjálfari og fleiri ungir leikmenn. Hann gefur gömlu fólki von. Ingvar Kristinn Guðmundsson kemur hér faglega til leiks. Það ekki smekkfullt í stúkunni, alls ekki. Það náttúrulega á blaði þetta kannski ekki spennandi leikur en svona lítið lið alltaf hættuleg. Sérstaklega KR. Ég held að það hafi unnið sinn fyrsta leik síðast. Ég ekki frá því með móti IH þar sem Addi Tett fór á, Kitti Björgúl fór á kostum í viðtalið til leik. En hér undir okkur heyriði Hey þú legendið Ingvar Örn Ákason kynna liðinu af sinni alkunnu snilld. Shit, ég svo spenntur fyrir þessu leik. Og þess maður best geta að þú búist rétt með staðreyndir. KR vissilega unnu IH í síðustum ferð með 2 mörkum og koma því vandalega ennþá í smá sigur, graðir í meira. Dómarar leiksins eru Arnar Geir Nikolásson og Selfoss legendið Rúnas Mikalónis. Þjálfari KR engin annar en Steinþór Andri Hróarsson sem Fjölnismönnum kunnur, spilaði hér á þessu parketti í einhver tíma. Já, sem og markmaður KR, Arnar Sveinbjörnsson. Jú, DJ Rúnar sér tónlistina hér undir okkur. Aldrei heilt lélegt lag hjá þeim meistara. Það svona skilningal okkur að það illa mætt hérna. Það náttúrulega bara, ég myndi mæta bara til að hlusta tónlistina í Rúnari, það bara staðreind. En hér sjáum við byrjunarlið KR og þar hinn 58 ára gamli Konráð Ólafsson. Þetta magna að sjá þetta. Og í hægri skiptinni gamli atvinnumaðurinn og fylkislegendið Arnar nokkur Jón Agnarsson. Þetta alveg lið. Já, menn að syngja með laginu, menn ánægð með tónlistina. Þetta bara, ég kemst í jam-gýrin við þetta. Það ekki nú, og leikurinn hafinn! Góði gæstir, leikurinn hafinn! Það KR sem byrjar í sókn. Og þar í hægra horninu Ragnar Steinn Sveinsson. Hægri skiptu eins og áversöðu Arnar Jón Agnarsson. Inn 58 ára gamli Konráð Ólafsson stjórnar spilinu. Í vinstri skiptu leikmann nr. 8 sem ekki á skýrslu, en í vinstri horni Steinþór Logi Sigurðarsson og inn á línu Haukur Friðriksson og í markinu byrjar hinn ungi Hrafn Valdísarsson. Nei, þetta ekki sonur hinn einu sinni Valdísar. Nei, það hefði mjög gaman. Það hefði verið gaman að því. Já, sjáum að hann komin í skyttuna. Og hvað gerir hann? Já, hann með sendingu í hægri skiptuna, ekki voðalega góð sending, enda 58. Og skotið áttir! Svona viljum við sjá þetta. Skotin bara í skottöfluna. Fjölnismenn sækja Kristjánur Björgvin. Þetta bara 2 mínútur. Guldspjald, ok, við samþykkjum það. En byrjunarlið Fjölnis svona eins og við þekkjum að best í vinstra horni Brynjar Loftsson, í vinstri skiptu Bissan Sveinn Þorgeirsson, á miðju nýji landsliðsmaður Fjölnis Björgvin nokkur Rúnarsson, DJ Rúnarsson, í hægri skiptu Kristján Örn Kristjánsson og í hægra horni KKK eða eitthvað svoleiðis. Og inn á línu Bergur Snorrason og í markinu að sjálfsögðu Ingvar Kristinn Guðmundsson og þarna kemur fyrsta markið og það Björgvin Pjáll DJ Rúnarsson sem skorar fyrsta mark Fjölnis. Þetta var gríðilega vel gert hjá honum, tók hann að hoppið tilbaka og sett hann í fjær.
Þetta er þægilegt fyrir hann. Þetta er það sem hann gerir best, við elskum að horfa á þetta. Eins og sagðir, það var valinn í dögunum í U20 landslið karla ásamt Kristjáni Erni Kristjáni. Og á það bara fyrtilega skilja, en það búið að vera besti leikmaður Fjölnis á tímabilinu og sennilega einn af þeim bestu bara í deildinni. Algjörlega. Og Arnar Jón Konni Ól og með línu sendingu. Og fríkast þetta held ég hann hafi lært 1967 af Boris. Já, akkurat. Það var Boris 60, ekki? Jú, nýskriðin yfir 60. Já. Káringar segja pínu vandrarlegu sóknleikur, skelvileg sending, Fjölnis með hraðar upphlaup. K.K. Jú, það held ég, Kristján Þór Karlsson. Hann er að stíga úr erfiðum meiðslum, mjög gott að fá hann tilbaka. En það hefur vantað svona réttandan, örfendan hotnamann hjá Fjölni. Ekki réttandan. Nei. Fjölnir Lótsson er búin að fara á kostum í vinstra á honninu. Við erum nóg að þeim. Og hér segir Konni Ól. Arnar Jón er eiga í einhverju línusending, en það er bara allt lokað, þannig að þeir eru í pínu vandræðum með að finna glufur á vörn Fjölnis. Það er í rót sterku 5-1 vörn jafnast á við Habanero Pipar, hún er svo sterk. Konni Ól með skelvilegt skot en það endar inni. Konni Ólason er búinn að komast á blað. Sjá Björgvin Bál. Já, vel gert hjá Sveini þetta. Og hvað? Dæmt eitthvað, fótur vantanlega, síndist mér að benda á. Og Káringar geta jafnað leikinn í 2-2. Og sem fyrr er Konráð Ólason ennþá á vellinum, hann er ekki orðinn þreyttur. Hann spilar náttúrulega bara sóknina. Það er sagt að þessi spila bara sókn, séu bara meistarar. Nenni ekki vörn, vilja bara gera gaman. Kannastu það? Ég styð það hugsun. Þetta er hrikalega vandræðilegu sóknarleikur. Sterk finta. Já, þarna hefði nú að vilja fá urning, dendan. Já, það var rauðningslegt allavega. En Haukur Friðriksson er að stimpla sig hér inn á töfluna. Komið eitt fyrir aftan hans nafn hér sem þýðir hann er komið eitt mark. Staðan 2-2. Akkurat. 4 mínútur linnar á þessum leik. 56 mínútur eftir að þessari stórkostlegu veislu. Maður var svona vonandi yrði þægilegt, það staðan 2-0. Og þetta er rauningur. Æja. Já. Veit ekki með það. Kannski rétt, kannski vitlaust. Hver veit, dómararnir vita það best. Já. Enda eru þeir lærðir í þessu. Akkurat. Búin að taka próf og fleira. Við erum bara að treysta þeirra mentun. Þeir vita betur en við. Og þeir spila hér Kairó. En eina ferðina. Hvað er að gerast? Já. Já, okkar, hvað ég? Easy, það er upphlaup. Kristján Þór Karlsson með sitt annað mark. Bæði úr upphlaup hraðans. Og Konni gargar sama að búið að ganga heldur illa. Spurningundur er að breytum kerfi, ég veit það ekki. Það er sjálfur áruna. Já, Ingvar Kristín að vera sitt fyrsta skot. En frákastið er svarthvítt. Við höfum að hyrða þessi frákast algjör ofar að leipa. En nei, þetta er lína eða eitthvað. Nei, það er 3-3. Hann var nú komin í tegin þetta. Stilsmáli, já, Kristján losar. Easy sending. Bergur Snorrason kom okkur í 4-3. Við sjáum að hann er komið smá þroski í hann Donna. Venjulega hefði hann nú bara skotað markið, en hann er greinlega að þróa sig leikmaður. Gaman hann komin hátt upp. Það er gaman að sjá hvað Björgvin er búinn að stíga mikið upp á þessu tímabili. Hann er ekki bara góður skotmaður, góður fintarheldur, hann er einnig með stórkostlegt auga fyrir spili. Akkurat. Komum við nú 1 mark og 1 assist. Luis Suárez myndi ekki kvart yfir því eftir 6 mínútur. Akkurat. Já, Björgvin einnig frábær varnarmaður sem við sjáum hann að truflar spil Káringa mikið. Hann er svona þeirra mikilvægasti maður á þessu tímabili. Pappans brósir út að einum við hliðina á okkur. Elskar þeir eru tölum svona vel um hann. Þetta er bara ekki neitt.
staðan 4-3, 6,5 mínúta liðin. Arnar Jón Konráð tekur þetta bara reynslan, bara hæja, gengur ekki vel að spila rætt hendinu upp, hvað gerist á, lélegt skot eða hvað, bara ekkert skot. Sveinn Þorgeirsson, múrin í vörn Fjölnis hér. Og Konni tekur skotið sjálfur. Að sjálfsögðu tekur Konni að 58 ára og getur hoppað herra heldur en Phoenix. Nei, það er, jú, maður sá að þetta er tricks. Nei. Þetta var skemmtileg útfærsla. Sjáum að Fjölni keyra mikið á, ætla sig greinlega að sína sér í betra formi. Já, það bara stillum við upp. Ef að seinna-bylgjan virkar ekki, þá stillum við bara upp og við fáum mark þannig, það er ekki flókið. Koma svo Fjölnir, við viljum mark. Já, Stúkar er búinn að taka við sér. Sjáum hér að Káringar stíga vel út á móti Kristjáni. Eða Donna eins og við þekkjum hann öll. Og Donni upp, þversending, Brynjar inn og haus en sláinn. Og Steinþór Logi hýrðir upp frákastið. Þetta var ágætt spil. Þetta var skemmtilegt spil en slútið ekki alveg nógu samfærandi. Nei, já, ég hafði gaman að þessu. Ég stilla KR upp hægt og rólega. Konni sækir á. Það var sem þetta gefur á Arnar Jón sem ég veit ekki hvað hann er að gera. Það var dæmdur unningur að svipa atvik hinum meginn áðan. Já, hraðar upp hlaup. Nei, ha? Þetta er nú smámunasemi. Já, sammálaði. En það stillið bara upp. Hvert er þitt mat á dómurum leiksins hingað til? Herriði, þeir eru búin að standa sig bara ágætlega enda miklir meistarar báðir. Hvað er það að dæma þér á morgun? Nei. Þú talar svo fallið um það, Já, þetta eru bara meistarar, það er bara ekkert flóknara. Ég hef aldrei hitt flóknara. hann eins frá þér. En gaman að því. Jákvæðni. Já, það er bara allt galopið en fyrsta markværsla. Já, Hrafni kemur þarna. Ég er alltaf skotin í strákum sem heita Kvenmanns eftirnafni. Mér finnst það alltaf ótrúlega flott. Já, ég er alveg sammála því. Valdísar, þú veist, það er eitthvað grjótart við að heita þetta. Já, ég meina þarna ætti að sína bara ákveðan styrk, sko. Mér finnst þetta grjótart. En Konni stillir upp í sitt víðfræða kær og hann blöffar byrð, hvað gerist? Skot, mark! Já! Það bjóst enginn við þessu þetta, wow! Þetta var svo hægt líka. Maður var svona, maður fyrir bara. Jesus! Kristján með sendingu út í hornið. Kristján Þór Karlsson. Stöngin. Brynjar. Varið. Frákaskávaringa. Djúsis vitleysa. Það er eina sem ég segi við þessu. Já, Kávaringa konið 5-4 yfir. Fengum nóga sensum til að setja knöttin í neti. 2 dauðafæri þarna sem að verða bara að nýtast. Já, þetta er náttúrulega bara... Ég gerir bara kröfu á það að handbolta með nýti dauðafæri. Það er bara að vona það að þessi búðuruna, þessi ömulegu klúður eru hætt. Konraður stillir upp og það er öfugt kæra. Nei, hann drippar! Hvað er að gerast? Og Arnar Jón, já, hvað? Nei, já, ha? Já, stillir upp. Það er eitthvað hægt. Hvað er... Hárréttur dómur hérna, Runningur. Þeir eru alveg með þetta á hreinu. Nú sérðu okkur ég fíla dóma, þeir eru bara með allt upp á 10. Já, ég verður alveg að vera sammálaður því. Þetta er bara skot. Ekki svona lélegt. En skot færi vissulega og bara mjög góð vörn. Já, KR. Fjölnismenn svolítið ólíkir sjálfum sér þessa fyrstu tíminútur. Já, samt ekki, þeir eru alltaf, byrja alltaf hægt. Það er svona gamla dísilvélina, svona lengi á milli ganga, en þegar komin hitti í vélina þá fær hann að fá stöðvað. Sveitur inn að fiska running, aftur reynar að fiska running, línusending, þetta er ekki víti, jú þetta er víti. Tvöfaldur runningur annars sem maður hefði getað dæmt og það þarf að þurrka gólfið. Já, inn á kemur hér ung stúlka úr Fjölnum, það sé gríðarlega efnileg. Sara heitir hún. Sara, hún skoraði mitt 8 mörk í síðasta leik sínum á Fjölniðamóti. Og þar á meðal var hún seinni parturinn í Tvölu Sirkus. Já. Það er mjög flott. Gríðarlega efnilegu leikmaður. Hún á þetta að spila fyrir meistaralög Fjölnis í framtíðinni, ég fullir það. Og það er Arnar Jónsson fyrir á punktinn og hann er inni. Új, barast.
6-4 fyrir KR, Fjölnir ekki hratt. Kristján Örn hann í vandræði með driblið. Ég var einhvern til að sjá Svein bara taka hennan á, hann 1 og ekkert og 6 kíló en Björgvin. Ég var að segja nákvæmlega saman, það var smá mikið mismann saman. En Björgvin með alveg eins hreyfingu á hann en það virkar. Ef það virkar þá þarf ekki að betra hennum. Ég vil fá að sjá, þetta náttúrulega alls ekki góður sóknarleikur að hálfu KR og ég vil fá að sjá bara Fjölnisvörnina rífa sig í gang og stoppa þetta kjaftæði. Já, það er sannkvæmt krafa. Ef að sjá við konna leysa inn, það einhver vandræðagangur, þetta bara skref, hárréttur dómur, ég veit ekki. Hann hefði geta dæmt 2-falt skref. Hann var komin í 5.7. Tvígrip, hárréttur dómur, þetta tækni feilar alveg hér að hægri vinstri, þetta hundleiðilegur handboltaleikur, ég verð bara að segja. Viktor, nú þú talin vera mjög efnilegur og góður þjálfari. Já. Í svona stöðu í sókninni, myndu vel ekki að vilja sjá Brynjar Loftsson leysa inn og fá hann Svein maður á mann á hornamannin? Alveg klárt mál. En það hornamaður 8 kíló held ég, með skólatísku. Já, þetta skemmtileg hreyfing og vítakast. Það alveg ótrúlega hvað þið ná að draga alltaf. Þetta merkilega hægur en árangusríkur sóknarleikur, enga síður. Þeir að skila mörgum á töfluna. Það hlýtur bara því að það sé árangusríkt og þetta sé hægt. Ég var nú bara til að sjá leikla á meisaranum og sjá hann bara garga á sitt lið. Ég enda eftir 12 mínútur búinn að fá sér 7 mörg. Þetta rauninni bara vandari. Já, koma svo Fjölnir. Nú getum við þetta. Sjáum innleysingu hér frá hægri hornarmanni Björgvin. Þetta bara frábærlega spilað. Já, mjög vel. Sjáum að Björgvin bara allt í öllu. Ég held að Lars Lagerbäck var að kalla hann í landsliði, hann búinn að spila svo vel hérna. Beint á EM með Kauða. Það viljum við sjá. En KR engan sýtlar upp, hér leysir vinstri hornarmaðurinn Konni með sendingu yfir sem vandræðileg lélegt skot sem varðið að vörninni fyrir á hornarmanninn og það varið. Ingvar Kristín verið þetta stórkostlega. Nei, þið eru að horfa á leikinn í rauntíma, ég vissi bara að myndi verja. Þetta var mjög gott kólhjóður þarna. Já, stórkostlega línusnýðing. Snýttu þetta drengum maður, Jésús Pétur. Bergur búinn að fara með döðafæruna á stuttu millibili. Kemur ekki á orðum, fengum að sjá hann Svein Jóhansson kom inn á. Ég kalli, þú veist, Jésús, þetta bara skelfilegt að klúðra. Hvernig getur línum að klúðra 2 döðafærum í röð? Horfðu bara á markmann, býttu þegar hann gerir hreyfingu og skjóttu síðan sem hann ekki í fyrir. Þetta svo einfalt. Þetta ekki, nei. Reyndar var þetta hárréttur dómur en ódýrt. Það var mögulega rétt en ódýrt. Maður hefði kannski viljað að sé hérna þá leifa smá hérna. Konráð Ólafsson, hvað hann að gera? Það verða lúmskur þarna. Þetta hefði kannski virkað 1984 en þetta virkar ekki 2015 í handbolta sko. Menn á tánum núna. Já, tímandi breytir. Og menninni með? Ekki allir samt. Ekki hann. Eða hvað, ég veit það ekki. Örugglega fínn kall. Já. Við erum manns að grilla hérna. Nú það er alveg met áhorf á útsendingu okkar. Heilir 4 eru að horfa á. Það er gaman að því. Þeir sem eru að horfa á með klapp okkur á bakið. Þetta er bara skotfæri. Þetta er bara guldspjald, þetta er bara mark, þetta er bara allt, já. Kristján Örn Kristjánsson segi eins og Ingvar Örn gerir listilega hér fyrir neðan okkur. En þetta var mjög vel útfærð sókn hjá Fjölni. Jésu, hvað á línum er að fá að labba oft þarna bakvið? Ha? Guð minn almáttugur.
Einbyttingin ekki alveg á réttum stað. Agnar fann að séns. Já, Arnar Jón klikkar þessu víti. Ingvar Kristinn Guðmundsson að verða sitt, þriðja held ég skot. Þetta var nú hálfvarið á hann. Það var svona lakin á hann. 3,5. Nei, við getum ekki gefið hálf. Það er leiðilegt að gefa hálf. Já. Það var líka námyndað upp. Það var á svindla. Og við hér Fjölnir TV erum alltaf heiðarlegir. Á allt. Nema þau ljúgum. Skemmtilegt hlaup. Sjáum að Sveinn Jónsson kom inn á. En þetta var ekki hann. Þetta var hann Kristján Kristinsson. Með sitt fjórða var að stóða með 34, Rafn Valdimarsson. Já, það er réttum dómur Runningur. Þetta er fyrsta seinni bylgja sem þessi KR taka. Já, enda líklega ekki gameplaninu. Og upp með strákur. Og stilluðu bara upp og fáum örugt mark. Koma svo gulir, áfram gulir. Staðan 7-7 eftir 17 mínútur. Gæti verið betra. Kristján Örn upp í loftið, varið, Sveinn! Já. Þetta er bara góðu varnarleikur hann hjá Káringum, fótur, bandur. Og félagsmenn halda knettinum, já. En eins og töluðum á hann, nú væri maður til að sjá bara Brynjar leysa inn og hann Sveinn fara bara maður á mann. Sko, lappirnar á honum lít út eins og handleggirnar á Sveini, sko. Já, nei, það væri kannski að taka eitthvað að Svein, ég vil eiginlega ekki gera það. Það er kannski næri leið, en þetta var missinna skot. En ég er samt alveg að þetta sé mjög fýtt strákur. Já, við sáum Gæða blóð hann gatt svifið eins og bara... Góðu drengur, fýtnið í handbolta örugglega. En þá tekur KR leiklega. Ósett með gang leiksins. Konni er, hvað á maður að segja, hann er maður margra hlutverka, hann er komið með töfluna núna að teikna. Miðjumaðurinn á að fara til hægri, sem er hann sjálfur. Hann á að fara til hægri, hvað er hann að króta meira þarna? Eitthvað með að Vincent Skittan fara inn á miðuna, eða leysi inn, síðan mér. Já. Þetta sé Kairó. Já, þetta er orðin, það er eins og í körfubolta. Þetta er alveg play, það eru X og O, hana. Það eru ekki knús og kossar, ég get lofað eitthvað því. Nei. Þeir eru ekkert að vera að knús og kissast inn á vellinum, ég trúi því nú. Það væri eitthvað skrítið held ég, en ég væri til að sjá það. Ég hefði gaman að því. Sammála því. Taka eitt léttan á kossina. Ég væri til að sjá það. En já, við lásum það kerfi, þetta er greinlega töðklipping með innlýsingu og endar á miðunni. Og Konni skilur þessi töflunni og fyrir að stjórna spilinu. Steinþór Andri er að peppa sína menn hér vel. En það verður nú samt ekki tekið á honum Konráð að hann var frábær handboltaspilari henni í gamla daga. Já, það er alveg hárrétt. Enda ekki margir sem geta spilað handbolta á seinni árum. Seinni árum, hvað þá 6. aldri. Og hér kemur í numræti og hornið er galopið. Sá hérna að Kristján veit upp sér söguna. Pétur Gunnarsson stóð gal einn í horninu. Þetta er bara varið af vörninni, það er ekkert flóknara. Tjöfullin anskotin gargar hann, ég held að, já. Bíp, gargar hann eftir ég. Og ég sem tölur orðið á með Ingvar. Og hann leiðist. Fjórða varða skoti hjá Kvara Chris. Þetta, já. Og inn á hleypur tröllið Steinþór Andri. Hann ætlar að hlúa að Arnari. Og að sjálfsög er okkar manneski að koma með kústinn. Hún er, hún les leikinn svo vel, það var ekkert kallað á hana, en hún veit bara að þarna liggur maður sem er sveittur inn á vellinu, hún er bara mætt. Akkurat, það er ekki oft sem að sér nefnilega kústbera með svona mikla leikskilning og þekkingu og bara reyni hugur ekki að þóra þessu. Já, við gefum henni eitt gott klapp.
Já, hann kom það. Já. Og einnig fær Arnar Jón klapp. Við vonum að meiðsli hans séu ekki alvarleg. Hann hélt nýja, það nú aldrei góð sviði. Sérstaklega ekki með nýja hlýð. Akkurat. En hér Mr. Breki Dagsson mættur inn á. Stjórnarspilinu Björgvin í vinstri skyttu. Hér Björgvin hópar skoti, dregur vörðin alla galopið en káaningar ná til knattarins. Vel gert hann hefur Björgvin að stoppa Stórkostlegu varnarleikur. En nú, svo ég leita aftur í vitneskriðina, Viktor, hvað þurfa fyrirliðsmenn að gera til þess að geta hrist káring af sér? Það er bara komið sér varnarleik í gang og fá einbeitingu í sóknarleikin, ekkert vera að flýta sér, taka sér bara rólega og fá örugg færi. Bylmings skotana sem endar í tréverkinu og í innkasti. Hann fekk hérna væna byltu frá Sveini eftir hann skaut. Og enn og aftur Steinþór Andri mætturinn á völlinn. Hann í góða formi kannski. Ég held að hann sé meira en að til sýnis. Það á við með svona myndalega menn, þeir eru oft bara hérna upp á lúki sko. Þú segir þessi myndalegur, hann lítur náttúrulega bara nákvæmlega út þess að tröllu sem aður sko. Mjög myndalegt tröll finnst mér. Ég veit ekki með það. Kemur hér skell til hægjanda velli. Ég veit ekki hvort sem finnst að þeirra leikmenn þínir slasast. Nei, það er góð spurning. Það voru 2 metir á KR. Sjá fylgismenn í svo. KR spila hérna 5+1 á Donna. Í 3. skipti gekk þetta ekki en Björgunni. En máttur reyna. Og þetta 7 ára skot með 34 Hrafn Valdimarsson. Komið 6 skot varinn. Já, 6 skot varinn, það er nokkuð vel gert. Það er rétt tæplega 50% markværsla. Þetta var áhugavert. Mjög vandræðalegt. Jésús Pétur. Þarna á hann yngan og bara taka boltan. Þeir eru 2 að blokka. Ég skil ekki hvernig markmaður getur ekki varðið þetta. Þetta er eina hornið sem hann getur skotið. Já. Eða virkar ekki fyrsta skipti og reynir þetta bara aftur. Já, auðvitað. En vel var ég á Hrafni. Og svekki mér hérna brottvísun, fyrsta brottvísun leiksins og hana lítur engin annar en Steinar Logi Sigurþórsson. Og á punktinn fyrir okkar maður Björgvin Páll, DJ Rúnarsson. Hvað gerir kallinn hér í vítinu? Full heitur Hrafn mætir honum og Björgvin skorar. Hann hraðar nú í honum. Þetta var alveg fast. Herru, þá fáum við að sjá skemmtilegustu vörn Íslands í handbolta. 1-5 vörnin. Það er þegar að andstæðingarfölgin sér einu færri, þá koma allir út úr vörninni nema Sveinn Þorgeirsson. Hann er upp á einhver missi mann sinn eins og núna. Já, fríkast dæmt. Þetta er gríðilega erfitt að spila mútið þessari vörn. Alltaf að vinna 2. Já, hvað? Og inn úr horninu, það er rétt. Já. Björgvin Páll, en það hefur varið. Meistarlega hefur varið hana. 8 varinn skot hjá Hrafni Valdísarsyni sem er bara frábær markværsla. Þau eru 4 hjá Ingvari ef ég er búinn að telja rétt. Já, þetta er ekki neitt, þetta er bara rauningur. Losa boltan. Já. Eða skora bara sjálfur. Brynjar Lótsson gerir þetta bara sjálfur og skilur honum í nefnt Moskvana. 9-8 fylgismennum við vil 30 sekundur eftir af brottvísinni.
Já. Það er einhvern veginn algjör óþarf að brjóta hann er komin í allt og erfitt skot. Já, sammála þar. Það er að treysta markmanninn. Vá. Þetta er ekki verið gaman. Þó að stelpunar elskar þetta að vera faðmaður Sveini. Þá eftir sem hann hafa fílað þetta. Þetta er reynsla, þurrka boltan. Ég held að hann er potið ekkert blautur. Hann vildi bara fá að stilla upp. Koma svo. Hann er sultuslagur. Konráð. Var þetta ekki fótur? Já! Ingvar. Flottur hana. Það var að kæra á hinum meginn alltaf gíska. Jó, akkurat. Þetta var rétt. Datt hana í fætur Sveins. Höndur komin upp. Þá kemur Konni með nei, sending. Sveit komin eitt fram. Já, beið lengi hérna og sett hann urð uppi. En hrapp droppaði niður. Skemmtilega gert. Jæja, ætlum við náum að slíta okkur frá þeim núna. 2 marka munur, 10-8, 5,5 mínútur eftir. Gengur erfiðlega sóknarlega hjá KR. Hann er búinn að missa sína 2 leikmenn sem er að spila fyrir utan. Út af. Ég sé hérna að Arnar Jón er með ísum hnéð á bekknum. Hann gefur hann. Nei. Vandræðilegt. Þetta er klaufalegt. Þeir voru 3 hérna saman. Brynjar átti bara að vera löngu búinn að gefa hann. Já. Nú, hefur þú spilað hot mikið. Er erfitt að gefa hann svona færum? Nei. Markagrækin er svolítið alltaf. En málið er þarna í staðan fyrir að gefa hann bara Svein, draga varnarmannin til Sveins og fá hann bara aftur. Já. Þetta er... Þarna er miðmaðurinn í að tala held ég. Já. Ekki hóttamæðurinn. Geti verið. Já, vá. Við sjáum hver er lappið í stúkuna. Það er engin annar en þjálfari Molde í Noregi. Arnór Áskilsson. Sá það mikla legend. Ótrúlega hrýnusending hann hjá hann og Konráði. Já, hann er ennþá með handboltan í sér, það er nokkuð ljóst. Já. Það er nokkuð ljóst. 10, 9, 26 mínútur tæplega liðnar. Og okkar menn í sókn stilla upp í 5 vinstri. Og sjáum við hér Björgvin koma og crossblock. En sendingin mjög slög. Já, það var... Bestu leikmenn gera líka mistök, það er bara þannig. Og aðeins er allra bestu læra þeim. Vá, þetta var alveg punktur á þeim þær. Og jú, 2 hægri. Skotið langt framhjá. Það er nú, sá ekki Konráð Ólafsson er að spila vörn og það þrist. Það er gaman að sjá, það er bara sendingjónið og skot, Jesús, Guð minn almáttur, hvað þetta var lélegt slút. Hann hefði mátt bíða örlítið lengur hana. Ég bara krefst þess, ég veit hvað Brynjar er góður hornarmaður, ég krefst þess að hann gerir betur. Hann veit það líka sjálfur, hann er böllandi örðin núna. Konráð með skemmtilega sending í hornið en hornarmaður gefst ekki inn. Já, ég kasta bara beint þarna í sinn mann, Sveinn Jóhannsson, 3 skref, kloppi, mark. Það er ekki oft sem að sé línumenn fyrsta hraðalöfi, en þessi maður getur það. Enda vaxinn svo stórskita. Konráð þetta raunar yfir markmannin, ég veit ekki fyrir hvað. Það er líka góð spurning, þetta var bara gott skot.
Hendin er komin upp, enda tók Konráð góðan tíma í að raunnið markmann og byrjaði ekkert sóknarleikinn. Djöfull ertu vitlaus maður, wow. Skotið hátt yfir. Sáum að þarna fór Ingvar líka rétt hóp, mættur í fjær. Hér sjáum við að Konráð er bara, hann er furious, hann ætlar bara að spila vörn. Hann ætlar bara að lemja frá sér, það er ekkert flóknara. Það verður gaman að sjá, ég giska hann takk í glórulegt brotafóð 2 mínútur. Smá aldursmunur á Sveini hérna á Konráð. Komin aftan í, takk fyrir. Yellow call. Breki, finta, flauta, fríkast. Hann má nú losa boltan, hann var alveg kapað frýr. Sitt. Erfitt hérna að donna. Þetta er svo mikið óþarfi af því að ef að Fjölnismenn stilla bara upp, spila kerið rétt, þá fáum við færi. Sérðu, við spara leið og þetta er bara víti. Þetta er bara vít og 2. Stígur inn í hann, hárréttur dómur. Mjög vel dæmt hana. Þó að þú að fengi högg í andlitið og sleppur ekkert við það. En já, eins og ég kom inn á áðan, þá er hann Arnar Jón, leikmaður KR með klakabóka teipað við hnið. Þannig að mér finnst ólíklegt að við fáum að sjá hann aftur í leiknum. 11-9. Og 12-9. Og KR geinum færi. Það var að, nei. Þeir fá ekki að... Ég skilja því að bara halda þessi vörn að svínvirka. Bara að fá okkur mikið að klöfumörkum. KR voru að leysa þetta vel í byrjun leiks. Gengur verð núna. Elvis þreita að byrja að segja til sín. Ódýrt fríkast. Það er vel varið og vel varið! Það var vel varið hérna hjá Ingvar, en við verðum bara að hirða þessi frákost. Það er ekki flóknara. 10 sekúndur eftir, hvað stilla Fjölnismenn upp í? Já, Brynjarinn, örugt mark. Það er að fara að slúpa kraftið á gerist þetta. Ingvar Kristján var í skotur þetta, 7 skot varinn. 13-10 í hálfleik. Markaðastur leikmanna Fjölnis er Björgvin Páll Rúnarsson með 4 mörk. Og markahæstir í liði KR er Arnar Jón Agnarsson sem liggur út af middir með 3 mörk og einnig með 3 mörk er Haukur Friðriksson. Við ætlum að skella okkur í hlé, sjáumst þessir rétt áður en að seinni hálfleikur hefst.
Já, það held ég Fjölnismenn sækja hér. Já, fyrsta matchinn á dags 14-10. Káþótt K hér að skora sitt, þriðja mark. Og þeir spila hér 1-5 mörðina. Já, hleypa honum bara maður. Loka bara vel á hann og hleypa honum í horn. Fiska þá rauninginu og alltaf að gera þig. Sammála því. Hleypa honum inn, já. Þetta er í lagi. Þetta eru fænin sem við viljum sjá. KR þvingaða í. Jésús. Þetta var ekki alveg nógu vel gert. Maður kalla nú vel eftir skoti frá honum herra Þorgeirssyni. Er hann búinn að skjóta? Nei, hann Ég er held ekki búinn nefnilega ekki. Ég man ekki til þess. Nei, hann hótar því bara. Það vel varið. Góða frábært. Bara þetta. Þetta er skemmtilegasti leikmaður Fjölnis með honum Björgunni. Alveg klálega. Þessi maður er strákur fæddur 1999. Ungur og bróð, ennilegu drengur. Gáringar sækja hér. Inn úr hægra horni reyningur, nei, mark. Og það var leikur nummer 17 með þessi fyrsta mark, Steinar Logi Sigurðsson. Við svörum bara strax, það er ekki flóknara. Svona að gera þetta. Þetta var hann Kristján Þór Karlsson með gríðilega hraða miðju. Alveg á jaðrinum að vera lögleg, en var lögleg þó. Og gera þetta listilega vel. Hans 4. mark í leiknum. Og hann er nú jafn Björgunni Við erum farvegi. að merka hluti hér. Konráð Ólafsson hefur ákveðið að skipta sér að velli. Aðeins að leiði þessum ungu að spila sig. Við fara í Kairó þá. Bananapolti. Þetta er bara frábær varnarleikur. Hann var dottinn, gatt samt brotið á hann. Skemmtilegt, leggur boltan niður bara. En það er engin ástæð til að rétta honum boltan. Árun, Kairó, aftur. Alltaf með þess að búa bolta. Hann er í kyrstu. Nær frákastinn sjálfur og skorar. Þetta var smá heppisbragur í þessu. En Fjölnismenn snöggir upp. Donni sækir hann á miðuna. Sjá línuna? Já. Já, þetta var það Sveinn Jóhansson þegar hún Selma Ég er ekki að grínast, það var rifbensbrotna. Hvað gerist? Ég er að segja það, hann var rifbensbrotna. Hann dundraði á hnið á. Þetta hefur verið ógeðslega vont. Já, við spyrir tæknimann okkar hvort hann hafi séð hvað gerist. Nei, hann ætlar að halda áfram. Hann replaya þetta. Þessu snagli, ég ágríns er skítræddum að sé rifbensbrotin. Við skulum ekkert fara fylgt í þessum okkur replay í gangi þetta. Nei. Þarna minnum á það, við erum notað hashtagið handbolti á Twitter. Endilega segja ykkar skoðun. Og látið ljós ykkar skína. En þetta var hann Sveinn Jóhansson sem skoraði. Og stöðu staðreynda þegar Selma söng All Out of Luck í Eurovision. Þá var hann ekki fættur. Sturlu staðreind. Tjóð mann ég eftir All Out of Luck. Já, frábært lag. En ekki Sveinn, það man það ekki. Hann hefur nú sennilega hitt það samt. Já, lítið nú að vera. Frábær varnarleikur. Þetta var Tók mjög- bara boltan hana af Sveini. Þetta var mjög skemmtilegt. Nú kalla ég eftir stúkunni. Þá alvöru stuðning hérna 17-12 Fjölnismenn í sókn. Það er þá Kairó hjá Fjölni. Sem þeir elda Kristján Örn hann alveg. Og þá galopnast allt í hægra horninu. Engin smá liðstyrkur sem hann Kristján var fyrir Fjölnismenn. Hann kom á láni frá Gróttu.
þar sem að hans þjónustu var ekki óskað, en við höfum mikil not fyrir hann, en það er hann frábær handboltamaður. Reynda að fiska hérna Running. Hann gerir bara vel í því að trufla sendinguna. Já, þetta var nú verið þannig. Skelfileg sending. Þetta var nú... Ég skil ekki eitt. Þú ert sko lengur að snúa þér og senda hann aftur í bak í staðan fyrir að senda hann bara Í þessari stöðu, algjörlega. Þetta var, Jesús. Töffara kynnslóðin að drepa mig stundum í handboltanum í dag. Já, staðan 18-12, við skulum leifa hann aðeins fyrir áhörður, en hann vekja salinn. Akkur sendur hann ekki, já við fögnum því og sendur hann ekki hægri skiptuna. Herru hann segir það? Hann segir Brynjar sko, ekki Brynjar. Sáum þarna að línumæðurinn sem að slasaðist áðan, hann er farinn af velli. Og talandi línumenn, þá er línumann okkar Bergur Snorrason með klakapoka teipað við hnið. Það er bara því Sveinn er að gera svo gott mót. Já, þú heldur það. En Bergur Ég myndi gera það, ef ég væri miðjumaður, starter og færi út af því að ég væri búinn að vera lélugur og hinn miðjumann að vera brillera, þá myndi ég bara setja klakapoka hnið og... Jó, það er enda mjög góð punktur. Ég myndi haltra og missa á æfingu á morgun og eitthvað. Já, það er að selja það eins. Já. Ég var svona lélugur af því að ég var meiddur. Höndin komin upp. Hann verður á fyrir inn. Nei. Helvið þá að spila. Já, mitt. Nú. Slög sending. Þannig að hefur verið nóg að gefa bara næsta mann eins og Brynjar er að benda honum á. Nú, svona gerist það mennir að skora 2 mörk í einu. Drífur svona mikið. Menna, staðan er 19-12, 7 marka munur. Sér hún ekki hættu, en við getum alltaf stækka. Gott fyrir markatöluna. Ég vil sjá Fjölni fara við 30-leik. Það er eina sem ég krefsta. Já, ég held að það sé alveg raun eftir. Kristján stelur boltanum, Sveinn, hann er alveg til að gefa hann. Já, þetta var ofni. Arnar Gunnarsson, þjálfari Fjölnis, var ekki sáttur með þetta, en það eru að grýta boltanum 3 sóknir í röð. En það geti hæglega verið 22-12. 20-12. Ef að þýsku konnetta mín er góð. Ja, das ist so richtig. Aber jetzt sind die Angriffsspieler... Eine Bier bitte. Hvað er það á þýsku? Hvernig var það? Það væri skellulegt og ég kann ekkert í þýsku. Segir bara og nú oft. Þetta er ekki 2 mínútna brottvísun, hann að kasta hann sér bara boltan. Þetta var... Já, ég er sammála Svinni, þetta er pínu hlægilegu dómur hann að þetta er bara, hann er bara grimmur, er á undan í boltan. Já. Ég veit það ekki, hvað segir þú Jón? Mér fannst aldrei vera eitthvað sko, hvað þá 2 mínútur, en hann veit ekki alveg meina að Sveinn hefði haldi í hendina á káringnum og tók hann tilbaka og saman tíma hoppaði. Ef það reynist rétt, þá var þetta tilraun til þess að vera lúmskur að brjóta. Gekk ekki alveg. Það voru káringar, vilja setja sér marknum leikinn. Vel var einhverji. Þetta er allt og ódýrt, frekar hoppurinn tegir að fá skrifa á sig, heldur hann að leifa hann á fangastinu. Samanlega því. Kristján Örn er aðeins með hugan á öðrum stað. Hann er samt tekur umferð. Já, það er alltaf einu færri. Skemmtileg tilraun af Fjölni, reyndi að senda hann að bak við káringinn 9, hann Pétur Gunnars. Já, Brynjar hennar fór upp í skotið að gera reyna, en bara vel varið. 1 mínúta í mannin hjá Fjölni. Káringar þurfa að nýta þess að sókn vel, vinna sig hægt og þétt inn í leikinn. Það er 6 marka munur, taka það ekki allt í einu. Ég veit ekki alveg hvað... Nei, þetta var ódýrt.
og hann klappaði fyrir dómarunum lúmsamt, hann sá ekki til. Svolítið eins og þegar mamma skamman í gamla daga, maður þorði ekki að segja henni tilbaka en svo labbaði hann burtu og muldraði eitthvað. En já, broti átti sér stað eftir að mista boltan og því halda Fjölnismenn boltanum. Held ég alveg örugglega. Og það eru 30 sekúndur í manni á Fjölni. Björgun, töramaður, komin inn á. Breki, tilbaka, fyrir skoti, vörðin tekur þetta og fá hotn. Mjög heppilþrókur, það sem að okkar maður er á leiðin inn á. Fyrsta tveimur. En Káringa verður nú að nýta þetta ef það ætla sig að geta eitthvað í þessum leik. Verða að minnka muninn. Björgvin. Wow! Stórkostlega gert. Já, svo verða menn að klára hana. Jæja, þetta var samt gríðarlega góð sending og gott grip hjá honum Sveini. Það full snöggur að slúta. Ég er nú kallan vel eftir að fá að sjá Arnar Sveinbjörns varamarkmann Káringa. Það er bara ekki hægt fyrir að markmaðurinn að verja svona vel. Það er þetta rétt, en bara ég er að sjá það persónulega. Þegar Fjölnir hleypa þarna Björn Inga Jónsson í opið skotfæri. Birni Inga Jónssoni. Já, ég fjall í íslensku. Birni Inga Jónsson, það er rétt svo þér. Já, hér er leikurinn hafinn að nýju eftir stutt stopp. Og Fjölnismenn ennþá innu færri, sáum að Breki stjórnar sínum mönnum. Hann er í miklu stríði við mannanafna nefnd. Reynir að breyta nafninu sinni í Hax í millinafni. Kallaði Breki Hax Lagsson. Björgur Páll, gernumótið. Jájá, fekk fíkastið, ánægð með það. 5 marka munur, ég minna við þurfum að hrista almennilega okkur. Það er ekki náttúrulega 2 hraðalöf, þá er það komið í leik. Og Sveinn, nei ekki skotið, Björgur hún í gegn. En gefur hann samt ótrúlega frábær spilamennska hjá Fjölnismönnum. Ég hefði mögulega að sjá 2 myndir hérna. Sammála því. Enda Sveinn rifið niður, en hann gerði það bara það vel að þetta leit ekki það illa út. Hann kann það. Káringar segja hér allir að skora sitt 15. mark textana, ég veit það ekki. En eru þessi bananaboltar yfir sendur Fjölnis. Þetta er frábær varnarleikur hjá Sveini. Hvað er að gerast? Hvað gerðist þetta? Það er leikmaður númer 9 með sitt fyrsta mark, Pétur Gunnarsson. Ég er ekki viss um að sé maðurinn á vellinum sem veit það. Þetta var bara eitthvað. En jafnt er í liðum, 5 marka munur. Nú þurfum við aðeins að fá nokkur þægileg mörk. Sýna Káringum að við í Fjölni erum bara betri í handbolta. Það er staðan, en við þurfum að sýna það. Akkurat. Kemur Sveinn, fær boltan, sendur nafna sinn og Donni Maramann. Skotir, fint á markmanninn. Skot nummer 34, Hrafn Valdisarsson. Ég held að það sé búin að vera 14 skotkvöði. Við erum að slúta illa á hann, en vissulega er hann að eiga mjög góðan leik. Já, við erum samt búin að taka mörg léleg skot. En vissulega þarf að verja þau líka. Þá sjáum við í vinstri skeytið kominn Bjarnfinnur Ragnar Þorkelsson. Hvað er? Új. En ótrúlega hann skulle alltaf ná að tróða á línuna. Og það er leikmaður númer 18 með sitt fyrsta mark, Sigurbjörn Martinsson. Donni inn á miðuna, á Breki, klippingu Donna, Donni upp. Það er beint á marki, en já, það vel gert, Brynjólfsson er bóktunni og skorar þarna, mjög flott. Enn og aftur mjög slagt skot frá Kristján Erni. Hann var bara að halda áfram að reyna, hann er komið með 2 mörk í leiknum. Þetta fyrir þetta. Bjarnfinnur. Hann var ekkert eins og með skotið, hann var bara að leita línunni. Ég er nú ekki síðan leikmann áður. Þekkir hann, Viktor? Já, ég kannast bara við hann, hann hefur verið í KR einhvern dag. Varnartröll. Já, sjáum okkur hann er varnartröll.
Þetta var óþægilegt skot þarna. Langt yfir markið. En hefur flott að raunin. Farði í skotið. Jæja, gefur hann. Kristján, glæsilegt. Já, Kristján Karlsson að skora sitt 6. mark í leiknum. Hann 6. mark var heldur flott líka, hann sveif þarna alveg glæsilega. En þú verðum bara ítrekaðan punkt hversu mikilvægt var að fá Kristján. Fá full mótaðan einstakling í þessa stöðu sem þú er að vandrast að. Gríðarlega sterkt. Og menn vilja meina að þetta gæti verið spili sem að fleytir Fjölni, já, í úrvalsdeild. Vá! Þetta eru fótbolta hæfileikar í lagi. Vá! Ég vona Ágústur Gylfason sé að horfa. Blind í meistarlóks Fjölnis í knattspyrnu með drenginn. Þvílíkir hæfileikar. Ég get lofa, hann var ekki reynda. Ég vona ekki allavega. Donni, upp í skotið með þig. Hann, aðja. Þetta var alltaf í hóttið. Þetta var gott skot, það var bara óheppinn. Bogabolti. Ef ég væri Konráð Ólafsson núna, þá myndi ég líta niður í hendina á mér og býta hana ógeðslega fast eftir þessa sendingu frá markmanninu. Eins og ég ger alltaf þegar Öddi reynar að senda fram. Þetta var hrikaleg bogabolti. Þetta var eins og að kalla NFL bara Hail Mary og vona besta. Bara grýta honum ekkert. En þá taka Fjölnis með leikli. Nei. Jú, eða hvað? Jú, þið mistu boltan og Fjölnir á boltan ekki. Jú, það er rétt. Sérðu hvað hann Konráð að setja upp í? Við sáum hann ágætlega á hann. Sko, nú stendur ekkert á töflunum, hann er að útskýra eitthvað. Já. Ég er gríðarlega spenntur í hvað hann krotar. Hann er góð teiknari. Ég held að hann hafi byrjað í listaháskólanum í einmitt myndlist. Já. Ungur árum. Ég heyrði eitthvað það mitt. Áður en að handboltaferillinn tók við. Hann er ekki ennþá búinn að krota neitt. Nei. Það er bara... Ég veit ekki akkur hann er með tröfluninu sinni sko, hann er bara búinn að, hann opnaði trúsinn, hótaði að krota 83 sinnum og var bara síðan að muldra eitthvað. Já, þetta var... Ég veit ekki... Hvað er hann að gera nú? Hann er að þrífa tröfluna. Eftir hvað spyr maður sig? Ég veit ekki eftir hvað hann er að þrífa hana en... Bíði, hann er að ræða hér við sín þriðja mann. Já. Sem klappar hann á baki og þeir hafa greinilega verið sammála um eitthvað. Er þetta bróður hans þarna? Já, þetta er hann. Haukur Ólafsson. Haukur Ólafsson, eins og ég kýsa að kalla hann, Ólafsson. En ætlum við fáum að sjá Konráð aftur. Ég ætla rétt að vona það. Já. Hann er búinn að vera ljósi punkturinn í annars svörtum sóknarleik KR-inga. Já, það verður meila viðkynna. Dring, já, Donni þarna. Flottur varnarleikur. Nú kalla eftir skotur á Sveini, takk fyrir. Já, æja, en það varðið. Og þessi 14. varðarskot með 34. Þarna kom 14. varðarskotið hans. En hann er heldur öxlum að sýta mér. Já, nú er eitthvað illt í öxlinni. Hann er búinn að vera að glíma við axlar meðsl. Það var fyllt honum, en það líka er að með svakalega sveiflu. Þá er Steinar Logi komin í vinstri skyttuna. Bjarnfinnur fekk ekki að sjá sóknuna meira eftir þetta skot. Hann er komin á línu. Já. Það var smá hræðsla þarna á honum. Hann var ekki alveg að þó reyna Ragnar Steinn. En víti fekk kauði. Já, hann fekk víti, ég meina þetta bara mikið reynsla þarna í honum. Nú ætlar Ingvar að vera sitt annað vítaskot, ekki? Jó, þetta var hörmuleg vippa. Þetta var mjög slagt víti. Ég held að Jón Brynjar, vinnu minn, þú hefði getað tekið betra víti þetta. Já, mögulega, ég finna, og það er mikið sagt. Já, þú ert arfa slög vítaskita. Það verður bara að segjast. Já, ég verð að taka það mig. Jæja, þá reysir Kristján inn og nafnið hans á boltan. Það breykja á Svein. Við sáum að breykir hann að setja upp fyrir Svein en Svein er ekkert að fara í skoti. Hann vill það ekki, maður sér það. Þarna á hann bara að negla.
Já, þá tekur stúkan við sér löngu kominn tími til 22-16 Fjölnismenn í sókn. Breki Hagstaksson Sveinn. Já, svíður og hausar. Kóngurinn sjálfur, ég er sammálaður, það er Ingvar Sveinn Þorgeirsson í appelsínugulu skónum. Grjótart. Og hér sækir Steinar Logi og vandræðalegt. Boltinn er einhvers staðar þarna á fríkast dæmt. Hendin er uppi og það er Bjarn eitthvað sem tekur skoti. Bjarnfreður. Ég var næst í hún að segja. Já. Venstre, högre, venstre. Skút på mål. Já. Breki Hagstaksson hér með stórkostlega fintu sem endar með ágæti skoti og marki. Og nú þið sjáu ekki en ég sé hérna á hliðlunni þá er mjög ungur og efnilegur leikmaður að hita upp. Hann heitir Brynjar Óli Kristjánsson, miðjumaður, fæddur 99 eins og Sveinn reyndar. Skelfileg. Talandi Sveinn, nei, hann gaf á Brynjar. Og það var skot leikmanni 34, Hrafn Valdisarsson. Já, auðvitað hann að skjóta hann þá sé maður með honum, þá er hann bara komin í momentum. Ég hef bara alltaf hamrað yfir hann. Ríðmynd í gang, gargar bekkurinn. Eitthvað þurfa að gera, 8 marka munur og 11 mörk eftir. Já. Þetta getur hann. Þessu það bjó Brúleik sem það bjóst enginn við þessu. Nei, þetta var mjög lúmst en það brosir hann Ingvar svolítið núna. Það var svona hvað djöfullinn gerist. En Bjarnfinnur, hann er hörku skytta. Eða skotmaður kannski heldur. Breki. Þetta er bara vinstri gert á gríðarlega hægan en kraftmikinn hátt. Þetta er bara rauningur. Og þá voru KR-ingar búnir að taka sér leikhlé. Og þá er stórspurningin, hvað teiknar hann konar upp? Nei, hann ætla bara að þegja, láta Steinþór Andra var aðstofalur að tala. Ég kalla eftir spjaldinu. Hann ætlar ekki að króta neitt núna. Hann sagði alveg sama, hann lesa varnar. Hann veit líklega, ég held að gíska hann að segja, þó að það sé 8 marka munur, þá ætlar hann að spila vel og æfa okkur sko. Það eiga þjálfar að segja svona stöðu. Þó hann langar örugglega að blóta eins. Það er bara einfallega staðan þannig að Fjölnismenn eru komnir lengra í handboltanum. Heldur hann þetta stórveldi í knattspyrnu. Og körfu. Og körfurinni, já. Bortennis. Fínu bortennis. Allt í lagi, sundi held ég líka. Já, eru fleiri. En í blaki, hvernig er það? Ég held ég sé ekki með blakdeild. En þeir eru með gríðarlega efnilega curlingdeild, heyrði ég. Já, það kannski. Þeir eru með einn fremsta curlingmann Íslands innan sinna raða. Já, ég vissi ekki svona væri á Íslandi. Menn tala eitthvað að hann fari með kústinn eins og Messi með knöttin. Sæll, það lítur nú hreint heima á honum. En hér sækja KR-ingar ætla að reyna að fara í smá damage control og minka munin. Þeir eru aldrei að fara ná að jafna þennan leik. Fríkast dæmt. Hreiðar Örn Zóga mættur núvöldin, brýtur hann á. Hreiti Só er hann kallaður. Hreiti Só. Hún er alltaf sama og segir oft Só, þess að hann kallaður Hreiti Só. Skemmtileg fræðslupunktur hann hjá þér. Wow, þetta hefði getið endað illa með. Já, þetta gæti endað mjög illa. Sama Sveits fekk högg á höfuð en Fjölnir eru tekinn föstum tökum að setja það. En þá kemur inn á leikmaður númer 9, Brynjar Óli Kristjánsson. Mér líst mjög vel á skiptingu.
Gaman að sjá unga leikmenn fá séns. Þá færir hann breykir sig í skiptuna. Heyrðu, taka 2 umferð. Áhugavert, það var Brynjar sín sig þess. Hann með svakalega fintu. Sjáu þetta? Lína. Þetta var þetta lína, já, ég sá þetta hérna. Þetta var klaufalegt, en vel gert að Brynjari. Hvað voru þetta að taka 2 umferð? Menn eitthvað verður að gera eins og sagði hann. Það er rétt. En ef þið taka 2 umferð þá er þetta veisla fyrir Brynjar en það gífurlega góður fintari. Já, hann er með rosalega sérstakar hreyfingar. Það er erfitt að lista. Ég fengi að koma nokkur ræðingar og hann er svakalur. Þessi líka. Víti, 2 mínútur. Hann var rænt þarna falluðu marki að Sveini. Og það er gult spjald á bekkinn og hann öskrar fyrir hvað. Ég vil bara sjá aðra 2 á þetta. Hann er hérna í hróka samræði með eftirlitsmann leiksins. Ja, samræður það sem einn öskrar, hinn segir róaðu niður. Æ, herri, býðið við! Nei! Góðir gestir, þetta er að gerast! Arnar Sveinbjörnsson er að stíga í ramman! Wow! Þetta er að gerast! Við erum búin að býða eftir þessu allan leikinn! Mér líst ekkert á það. Tvílít maður. Hann að blæsa nú munni Björgvin, en það var hann drullust þessar, en það Arnar komin í markið. Veit alveg hvað hann getur. Og það var 1 vörnin. Hvað gera KR-ingar? Mér finnst nú félagsmenn vera alltaf full svona æstir í að brjóta á það, þegar menn KR-ingar eru bullandi vandræðin. Það er, Jón, þú kannski fræðir okkur með hann unga leikmann sem er mættur í hægra horni. Hægra horni hjá KR? Nei, hjá Finni. Það er komin ungur efnilegu drengur, nr. 7. Já, Aðalsteinn mættur. Það líst mjög vel á. Minn maður mættur á svæði. Aðalsteinn Örn Aðalsteinsson. Hann er fættur 1998. Örfendur. Kólólulegt fríkast. Hann var á góðri hreyfingu hérna. Já, þetta er rétt. Fá ekki að sjá meira af Brynjar. Jú! Sveinn áttasaði, hann er varnarmaður. Fjölnir. Það er komið stemming, enda 7 mínútur eftir. Og í gegn með þig. Góð sending yfir. Og Alli. Það er varið. Listalega vel varið. Ekki til hann að sakast. Nú vil ég sjá hann Brynjar taka hann Björninga á. Í vörn KR-inga. Hann er að stilla upp í kerfi. Gott á þetta. Snöggar hreyfingar hjá Brynjari. Brynjar á línuna á Sveinn. Sveinn glæsileg spilamennska hjá þessum leikmönnum fættum 99. 499 gott hól. 16 ára gamlir og þeir eru að sundur spila vörðkáringa. Þegar Spice Girls voru fyrir besta, þá voru þeir ekki eins og orðin hugmynd. Mel C og Ko. Já, ég man ekki á hinn heita. Það er gott að þú... Ég man ekki það sem þeim sko. Sugar Spice hétt ekki eins og leiðis eitthvað. Jú, en hún var að setna held ég. Það er skemmtilegt leikjur. Þetta er ekki Kæra og KR, þetta er kannað. Já, frýtt skot. Vel varið á Ingvari. Þú vona nafnan segja eitthvað sem eru skotan búin að verja, þegar við erum ekki að telja það. Nei, ég stinglimt að telja skotin. Björgvin. Já, hafna, flott. Fínt líka Björgvin fái fleiri mörk, enda er hann líka að keppast að fá gullskóinn í fyrstöldinni. Maður þarf að vera með svona lágmark 140. 6,5 mörk í leik. Skot fram hjá þetta. Ekki oft sem maður sér þetta gerast. Þetta gerist fyrir besti menn. Já. Ég sé Messi líka, viti. Fyrirhandi sagði þetta alltaf líka. Þannig að það lítur að vera satt. Trú ekki öru. Það var það.
Ótrúlegt að hann að halda sem bolta og setja niður. Merkileg hvað hann á að tróðin á línuna. Það er svona magna. Það er ágætni fyrir Fjölnismenn. Og Brynjar. Já, nú er þeir að skipta hann að... Jésús. Skot frá Breka, hímináttir. Já. Verðum að reyna. 9 marka munur. Fín vörð hjá Fjölni. Sama að hann Björgum má vera hans aggressífari þegar boltinn er hægra megin, en réttnum maður í þeirri skiptu. Þeir ná alltaf á línu, þetta er magnað. Sveinn er enda búinn að lesa þetta, vissi alveg hvað hann var að fara að gera. Jæja, ég kalli þetta hendinni, djúvill er þetta leiðileg sókn. Upp fyrir hvernig það er að stilla, það er allir 1.70 Já. Jésús. Og það var leikmaður númer 3 sem skoraði þriðja, Björn Ingi Jónsson. Já, þetta var ágætlega vel gert hjá Káringum. Þá kemur Brynjarinn á völlinn, spila bara sókn í dag. Kom með 1 assist. Mér finnst ekki nógu mikið gert hjá HSÍ að þeir telli ekki stóðsendingar í tölfræði, en það er svona mikilvægt tölfræði. Já, Brynjar á lauslínni, hvað gerir hann? Það er varið. Við fljótur að slúta þarna. Skil samt ekki að hverju Fjölnismaðurinn tók boltan upp, þannig að hverju lét hann ekki bara að fara út af. Já, verður það enda góð mótur. Svakaleg bart á línunni, þegar sjáum það. Kemur Sveinn út af, nei, út í blokk. Wow, þá missa Fjölnir boltan. En Fjölnir fljótið tilbaka og það er 2 mínútna brottvísun á Svein Jóhansson. Fyrir eitthvað sem ég sá ekki. Já, hann fór aftan í mannin, hann að vera að senda hann fram. Það var rétti dómur. Já, það er bara rétt. Það ættu þið ekki hérna. Rifaði hans aftan í skothandina á honum. Þeir ná alltaf línunni, eins og sagði ráðan. Magna. Ég held ángríns að þeir séu búin að senda svona 40 línusendingar í þessum leik. Við erum ekki búin að sjá mikið af þessu klassísku skittu bara upp í skotið. Þetta er svona klækir. Já, vel var hérna, Ég held að nafni hans, ég heldur ekki að telja vörslunar. Hann var nörglega með öskraði. Já, ég gisk kannski komið svona 15. Já, Káringa er búin að vera að skjóta mjög illa í sitt náleik. Og svo líka hann er búin að vera vel. Tökum það ekki á honum. Það eru 8 marka munur, 2 mínútur eftir. Kemur Brynjar árás á Breka, Breki. Leitar af Bjögga, Bjöggi. Þetta er svakalega sirkusbolti og Brynjar. Jæja, sagt á bekknum hjá KR. Þessi sókn var til dæmis 18 sinnum styttur heldur en allar sóknir á KR í leiknum, þannig að ekki hvað jæja þetta var hefðan. Nei, ég segi það líka. Þetta var bara þó með klippi 3-4 svona, því er ekki að tíminn er uppi. Og auðvitað það Björgun annars séns. Hanna. Og það er 7. markið í dag að leika Tór Rúnarsson. 3 leikmenn af Fjölni, konum með 6 mörk. Það er þann Björgvin, Kristján og Sveinn Jóhansson. Og þegar ég segi Kristján, þá meina ég Kristján Þór Karlsson, hægrótumann, ekki hann Donna. Þetta, já, línusendingar. Það hefði getað að giska á þetta. 2 mínútur. Stuðullin á KR-inn í línusendingar 1,000000001. Já, það er næst í samt þess virða að betta. Ef þú veit, þetta er alltaf guaranteed win. Og það er varið. Það er þetta 4. víti sem hann ver. 3. eða 4. víti sem hann ver held ég. Jæja, þá var það lokamínútan 45 sekúndur eftir. Brynjar kallar í kerfi.
Og hann finnur línuna og fær vitið. Björgvin brosir þessu. Hann á séns á sínu 7. marki. Ég held að skora ekki. Jú, sjálfsög ég bara djóka. Já, fýtt jókur. Og þá línubjallan 29-19 fyrir Fjölni. 10 marka stór sigur. Að sjálfsögðu. Og staðan í deildinni hann þá að Fjölnismenn eru í öðru sæti. Já, við heyrum hérna að menn leiksins með 6 mörk, nokkur fyrstu víti og frábærleik. Númer 5, Sveinn Jóhansson. Já, menn leiksins á Fjölni eru Sveinn Jóhansson og Hrafn Valtýrsson hjá KR. En við Viktor þökkum fyrir okkur og Fjölni TV kveður í bili. Sjáumst á nýju ári.